Jæja, við höldum áfram með lykilhugtökin í líkindafræðinni. Við vorum að fjalla enduðum á því að fjalla atburði í síðasta myndbandi. Spáum aðeins meiri í það og ég ætla að sýna ykkur aðeins myndrænt líka kannski svona með og tengja þetta við mengin meira. En hugsum okkur tilraunina það sem að teningi kastað bara einu sinni og þetta er venjulegur teningur sem hefur þá 6 mismunandi hliðar og allar hliðarnar jafn líklegar. Við ætlum að skoða atburðin að teningur sýni oddatölu. Aftur, við gerðum það í síðasta myndbandi. Það var sem sagt þá hlutmengi sem inniheldur oddatölunar 1, 3 og 5 ekki satt. Nú, við vorum síðan með atburðin B, þar sem teningur sýnir frumtölu og það er þá 2, 3 og 5. Það eru einu frumtölunar þarna í útkomurúminu, þannig að þetta er atburðurinn B. Aftur mér finnst bara gaman að sjá þessar myndir, að sjálfsögðu ef ég væri að reikna þetta, handskrifa þetta, þá myndi ég skrifa tölur frekar en að teikna teningi í hvert skipti. En myndrænt, ef við hugsum útkomurúmið, það er þá mengið sem inniheldur allar mögulegar útkomur og við getum teiknað það, sýnt það með þessum hætti. Teiknum bara alla teningana svona. Nú atburðurinn A, það er hlutmengi sem inniheldur 1, 3 og 5. Ég get táknað það svona. Gerir bara hring utan þær útkomur, þetta er mengið A. Eða atburðurinn A, mengið B, sem sagt atburðurinn B, það eru þá frumtölunar 2, 3 og 5. Þannig er ég búin að merkja hann inn á líka og merkja mengin, annars vegar A, annars vegar B, þar sé hlutmengin. Kíkjum núna atburðin A og B, það er að segja atburðurinn að teningur sýni oddatölu og hann sýnir frumtölu. Og við sjáum það að einu 2 köstin, einu 2 útkomnar sem eru bæði oddatala og frumtala, það er þristurinn og 5. Það er sniðmengi mengjana A og B. Þristurinn og 5, það eru einu 2 tölunar sem eru bæði inn í A og inn í B. Samkvæmt stærðfræðinni þá getum við táknað það mengi svona með þessum hætti A snið B munið, þetta er sniðmengi. Það þýðir það sem er sameiginlegt með mengjunum tveimur. Það er þá sem sagt hlutmengi sem inniheldur 3 og 5. Svona. Nú, ég ætla bara ítreka það. Sniðmengi, það er þá það sem mengin skarast. Það sem uppfyllir þá báða atburðina lendir þar sem skörunin er. Ok, en kíkjum á einn atburði viðbót, A eða B. Það er að segja, hver er líkurinn á því að teningurinn sýni annarkvort oddatölu eða frumtölu? Það er nóg að sýni annarkvort, það má alveg sýna bæði. Ok, finnum líkurinn á því með sömu myndu áðan, sömu hlutmengi þarna, sömu atburði þar að segja. Og núna hef ég bara áhuga á að annarkvort gerist, annarkvort A eða B eða það má líka bæði gerast. Þannig að það er þá það sem er inn í öllu þessu litaðasvæði. Það er að segja, það er þá samengi þessara atburða eða þessara tveggja mengja. Það getur við táknað með þessu móti. A sam B, munið við lesum þetta sem sam, en þetta þýðir samengi. Þannig að samengi atburðana A og B eða mengina A og B. Það er þá ás, tvistur, þristur og 5. Það eru þær útkomur sem eru annarkvort oddatala eða frumtala. Ok, þá getum við farið að spá í hugtakinu líkindi eða líkur. En aftur, ég hef nefnt það áður, við höfum einhverja tilfinningu fyrir því hvað líkur líkur á að eitthvað gerist. En ég ætla að sýna ykkur táknmáli sem við notum þegar við erum að reikna líkindi á ákveðnum atburði. En líkindi á atburðinum A táknum við með P
svíi opnast, A, svíi lokast. Það er stórt P fyrir probability, A, af því að það er atburðurinn A sem við ætlum að reikna líkindin á og við lesum þetta P af A. Nú við getum reikna líkindi á einstökum útkomum líka. Ef að við erum með útkomu sem ég tákna með litla omega, því að útkomur rúmið allt tákna ég gjarna með stóra omega. Þannig að ef ég ætla að reikna líkur á ákveðinu útkomu þá get ég tákna það með þessum hætti. Bara P af og svo setja ég útkomuna hérna. Þannig að hér inni þegar ég er að reikna P af einhverju, það er að segja líkur á einhverju, þá má hvort heldur sem er vera útkoma þar inni eða atburður. Og munið, atburður er bara safn af útkomum. Ok, en ef atburðurinn A inniheldur engar útkomur, þá segjum við hann sé ómögulegur atburður og þá eru líkunar á honum, það er að segja P af A jafnt og 0. Ómögulegur atburður gæti til dæmis verið að, ég kasta teningi einu sinni og hann sýnir 7. Þetta er atburður sem ég get skilgreint, en hann inniheldur engar útkomur, af því að það er engin útkoma á tening, engin hlið tening sem sýnir 7. En ef A inniheldur allar útkomur í omega, kallast A örugur atburður og líkunar á honum er 1 eða 100%. Til dæmis ef ég dreg hérna 2 kúlur upp úr krukku, hver eru líkunar að ég fái að minnstakosti 1 kúlu? Jú, það er alveg pottþétt. Þannig að það yrði þá hérna 100% líkur á því. Það er að segja líkunar yrði 1 heill. Af því að 1 heill er 100%. Ok. En líkur á atburði A, hvernig reiknum við það svona almennt? Jú, líkunar á atburðunum A er jafnt summu líkinda allra útkoma sem tilheyra atburðunum A. Við getum táknað það með þessum hætti. Kannski viljið ekki leggja ómikinn tími að spá í þessari formúlu. Hún er ekkert sérlega flókin en stundum er kannski óþægilegt að vinna með einhver svona abstrakt tákn. Þið þurfið bara að muna að líkunar á einhverjum atburði, já þá finn ég bara summuna af líkunum á öllum útkomum sem tilheyra þeim atburði. Og ég held að ég stoppi hér og gera enn eitt myndband líkindi þar sem ég tek sýnidæmi og þá skýrast þessi hlutir og við notum þessi hugtök.